Nú, við ætlum að fara næst í fyrirsögn af BBC. Það ekki Big Black, en já, einmitt, það BBC. Þetta áhugavert. Sweden soft girl trend that celebrates women quitting work. Hvað að gerast hér? Þetta ykkur hægri aukamennska. Þetta hægri aukamennska. Í Svíþjóð, sem hefur skapað sér nafn á alþjóðasviðinu sem alger frumkvöðull í jafnrétti kynjanna og allt þetta skilur sem bara, þeir eru lengst komnir. Þeir eru meira sem miklu lengra fæðingarólof fyrir feður sem mikið jafnréttismál. En, þú veist, og Jordan Peterson hefur þetta talað þetta. Það sem jafnréttið verður sem mest þegar að búa að jafna hlut kynja algjörlega, að þá fara, sem sagt, tölur hafa sýnt það, að þá verður það þannig að það verður bara að fara að leita enn meira, þegar konur eru algjörlega frjálsar til að gera nákvæmlega sem það vilja, þá verða sem sagt kvennastjettir eins og hjúkrunarfræðingar, ennþá meira bara konur og ennþá meira, þú veist, kynja hlutverkin verða skýrari. Kynja hlutverkin verða skýrari því að konur eru frjálsar til að gera nákvæmlega sem það vilja. En þannig að koma í ljós líka, það sem að Svíþjóð komið svo langt á undan okkur í jafnréttinu, að núna stærsta trendi þar, það eru ungar konur sem segja, mér langar bara að vera stay at home wife, stay at home girlfriend. Og þessi Vilma Larsson sem hér til umfjöldunar, 25 ára, hún var áður í hinum ýmsu störfum, verslunarstörfum, á barnaheimili og í verksmiðu, en hún hætti að vinna fyrir ári síðan og varð heimavinnandi kærasta eða stay at home girlfriend. Geinsun með börn. Og segir að henni hefði aldrei liðið betur, hún hefði aldrei verið glaðari. Says she has never been happier. My life is softer, I am not struggling, I am not very stressed. Kærastinn hennar vinnur í fjarvinnu í fjármálaiðnaðinum, fjármálageiranum, væntanlega hjá einhverjum svona fjárfestingabanka eða eitthvað. Greinilega hefur það nokkuð gott fyrst að hann getur haft konuna bara heimavinnandi kærustu. Það lúksus. Það lúksus. Og her boyfriend works remotely in finance and while he spends his days on his laptop, she's at the gym, out for coffee or cooking. The couple grew up in small towns in central Sweden but now travel a lot and are spending their winter in Cyprus. Það er sem sagt í Kýpur. Hann á nóg penning, við slum bara að ræða hann. Og hún segir í hverju mánuði þá gefur hann mér laun eða salary, Every month he gives me a salary from his money that he made. But if I need more, I'll ask him. Or if I need less, I don't. I just save the rest, explains Mrs. Larsson. Og hún með lífið sitt opinberað á Instagram, TikTok og YouTube. Og hún komið með 11.000 fylgjendur þar, þess að ekki mikið en þetta ein af mörgum sem og hún notar sem sagt hashtagið hemmaflikkvan eða hjemmefrú sem sænska fyrir stay at home girlfriend eða housewife og það einmitt maður svo pendullinn sveiflast þegar við sjáum eitthvað gengið alveg lengst nú bara 99,9% kvenna eru bara útivinnandi, strítandi konur og þá auðvitað fer þetta sveiflast tilbaka, býtu, halló. Það ekki bara þægilegt ef að, þú veist, ég velti fyrir mér einmitt, ég meina, til dæmis, hvað heita þér? Solrún Diego, Linda Ben, þetta eru social media influencers, risa influencers á Íslandi. Og hvað eru þær að gera á social media? Og það eru svona heimilstörf. Solrún Diego í öllu sem að við kemur svona þrifum og fólk elskar þetta og Solrún Diego hefur gert sér bara nafn úr þessu og vinnu í raun og veru. Hann hefur komið með 20.000 fylgjenda. Hann hefur gefið út bækur líka og saman með Lindu Ben sem mikið bara að baka og gera alls konar svona heimilstörf sem að nota benni það eru rosalega kúar. Svakalega kúar. En í alvöru við skoðum þetta gæti það ekki verið það, sumum konum þætti bara mikill lúksus að þurfa ekki að strita í vinnu og vera heima nostra við að gera heimilið fallegt og hreint og bara börn og allt þetta dót þessi sænska hjemmefrú hún ekki eins og koma með börn en
ég alveg vissum að þegar hún kom börnin þá myndi hún að elska tala nú ekki í árferðinu í dag þessum að þú veist þegar að barnið verður í Reykjavík þegar það verið 2,5-3 ára gamalt þá er loksins kennst það á leikskóla að vera hjemmefru þegar þú ert með barn á leikskóla og getur verið heima þú veist þess vegna vera að gera eitthvað social media eða eitthvað en aðalega bara að nostra við þú veist ég veit eins og kona mín hún elskar núna daginn mitt þá kom hún heim þá hún búin að kaupa nýtt sófaborð og nýja stóla við borðstofuborðið og hún er alltaf að endurnýja allt og gera svona nostra við og gera heimili fallegt sko og það vegna kvennakúgunar ég leiði mér efast það ég geti lifað basically bara með eitt sófa og bara pínu á gólfinu þú veist ég fattar hvað við allt þetta sem við erum að færa og skreita er að hún vill það og ef það er eitthvað svona ríkt í mannesku að hafa gaman að því að hafa heimilið fallegt og þú veist jú, minna, það hljómar þetta svaka kvennakúgun að sjá þvottin og svona, en ég minna við viljum hreinan þvott og þú veist, eins ég er að reyna að segja hérna er bara að gæti það ekki mögulega verið hentugt fyrirkomulag fyrir einhverja, það er að segja ef að maðurinn getur skapað svo miklar tekjur, það er hins vegar erfiðara mál, sko og en ef þú ert með fyrirvinnu sem að er nóg, þannig að heimilið þarf ekki aðra fyrirvinnu þá er það bara algjör lúksus að geta verið heima og því að hvað er mest óþólandi við daglega stritið okkar? Jú, ég held að það sé að maður hefur engan tíma fyrir eitt maður er eins og hamstur í hjóli hlaupandi sko að vinna og svo þegar maður kemur heim þá er maður hlaupandi á eftir börnunum að taka til rusli sem þau rusla hverjum einasta degi það er mjög erfitt að hafa undan hreinlega að ganga frá þvottinum og taka rusli eftir börnin og matarleifarnar og allt út allt ef maður hefði og hvort sem maður væri konan eða kallinn sko, ég væri svo sem ef að kona mín væri með einhverja geggjar tekjur þannig að við þyrftum mjög einar áhyggjur þá myndi ég alveg geta sætt mig við það að vera heima og geta dunda með það þegar kona mín kemur heima þá er bara allt spikk og span hreint og fínt og að þú veist, mér líður allavega miklu betur þegar ég næ að hafa heimili mitt hreint og fínt. Algjörlega. Og ég veit að konunni minni líður líka miklu betur þegar hún næ að hafa heimili hreint og fínt. Hvort okkar gerir það, skiptir ekki öllu máli, eða væri hægt að, þú veist, en þetta er einmitt litið sko sem einhverja hægri öfgamenn sko. Sko rótin líka á þessu er að við erum búin að búa okkur upp það samfélag eftir að, þú veist, feminismin vann þessa frelsisbaráttu kvenna að núna sjá bara allir já ok, þá þurfa bara heimili 2 fyrirvinur til að geta fungerað það er gallinn við þetta að við þurfum bæði hvort sem sé, þú veist, kona kannski getur það þarf 2 að vera að vinna til að geta borgað mat, húsnæði allt sem þarf það er það sem að samfélaginu mest finnst mér sko, að við getum ekki annað lefsi bara að vera að sjá heimilið, hvort sem kallega konu skiptir ekki máli. Það er það sem þessi þróun hefur leitt af sér og en það er líka magnað að það með ekki ræða þessi mál á þess að það sé titla sem ég mér sér bara þegar Pretty Boy talaði um þetta í ykkur podcasti, hann var bara tekin og aflífaður á netinu sko. Akkurat. Næsti linkur er með sko annað svona dæmi sem ég fann Ballerina Farm á Instagram það er þessi kona, hún Hanna sem að er eiginkona og móðir 8 barna. Þetta er einhver afar glæsileg frú. Farðu á stórið hennar. Íttu bara hérna. Nei, já. Og sjáum aðeins sko, þú veist, því líka kjarnakonan. Hún er með 8 börn. Og hún segir, Daniel is at the dairy, so I'm taking these kids to church solo today. Boys still getting ready. Hún er að fara með öll börnin í kirkju á sunnudegi á meðan að kallinn er úti í mjólkurbúinu. Og ég get ekki annað en sko dáðst að sko þú veist, ég sé stundum svona þegar ég sé svona mömmur vera einar með 3 börn sko, þá er bara wow, Guð blessi þær bara. Guð blessi þær, kjarnakona. Hún er þarna með 8 ok, og sjáum við sko maður þetta, en myndir af henni og eitthvað að sjá, taktu fara henni úr stóriðinu bara sko, fyrir utan það hún er náttúrulega sko kjarnakona, þá er þetta einstaklega glæsileg frú sem að
sem að sagði í viðtali við breska blaðið The Independent að hún elskaði að fá að vera eiginkona mannsins síns og vera móðir barnanna sinna og það var túlkað sem því líka kvennakúunin það var algjört sprengja og hún kom síðan fram í Daily Mail þar sem hún kom í viðtal og talaði þessa blaðaumfjöldin í Independent að þetta hefði verið mikið svik blaðamaður hefði komið henni heim til hennar til þess að fá að tala við hennar lífstíl hennar og svo kom greinin út og þá var hún eitthvað fórnalamb kvennakúunar og kardrambu en við sjáum það þetta bara já, svo eru þið með ég sá reyndar, fara hans í stórið aftur sá var sko, þau eru með alls konar svona heima fara lengra, já making Brazilian beans today og fara lengra já, búin að setja upp jólatrið þetta og Happy Monday. ok, og fara lengra þarna þessu það er að afþýða kjötið Everything is looking beautiful. og fara lengra protein powder, creamy chocolate nei, bara áfram bara já, þau eru að framleiða þetta Farmer Protein þetta er heilbrigt og öflugt fólk sem er með svona heima iðnað og já, og hún fær sem sagt yfir sig hatur skuðsutnar fyrir að koma fram í viðtali og við séð að það var einn Instagram-gauður sem að tók það einmitt saman sem að heyra hvernig hann lýsir þessu það er næsti linkur og þá er hann að tala þessa grein sem að birtist í breska blaðinu The Independent og viðbröðum við henni Right here is an absolute nightmare sé ekki neitt to the woke left. You see, this lady right here was recently featured on the cover of a magazine in all of her feminine glory, and the woke left lost their damn minds. Now, you may be wondering, what kind of controversy may have she led? Did she say something racist, sexist, homophobic? What did she say? Well, I'll tell you what she said. She said that she enjoys being a wife to that man and a mother to all these chitlins. And this right here is an absolute wrecking ball to the woke left, far left, liberal, the progressive, the damn cuckoos, the demons, whatever you may classify them as. They hate to see this. They can't stand to see a woman basking in what it means to be a woman. They hate to see a man, God forbid, being a man. It's become offensive, it's become radical, and it is an exemplification of the patriarchy. Right here is an... Já, ákveðlega Vá, Þetta er það sem ég er að segja ég meina, heila liðmaður þetta woke vinstri er algjör pláa sko. og er bara heila vírus sem hefur heldtekið allt of marga og við erum sem betur fer að upplifa svona að pendútin sé að sveiflast tilbaka og fólk sé að loksins að setja fótinn niður og stopp, hörðu, hvað helvítis vitleysa er þetta en það verður aldrei alveg, það verður alltaf þegar þú ert að afhöfða 8 höfða skrýmslið þá er náttúrulega bara að rísa höfðu hvert eftir öðru og ég meina það er eins og þú sér bara þessi umræða það er túlkað sem hræðilegt bakslag í baráttunni